Hæ Sæta. Hæ Sæta mín, hvað segirðu? Gott en þú. Bara gott. Það ekki. Jú. Þetta svolítið skemmtilega þáttur sem við erum að taka upp. Já. Þetta er mjög áhugaverð þáttur, ég er búin að vera bara í sjokki hérna, sko. Já, ég ætla samt að segja að við byrjum, sko, hérna, það er svo kalt úti, ég er í flíspeysu. Já, ok, flíspeysu squeeze. Nei, sko, nú er ég í flíspeysu mamma. Já, ég var bara að segja flíspeysu mamma, ég vildi ekki móðgæði. Ég var að hugsa þetta þegar ég var að klæða mig, ég bara, oh my god, ég er í flíspeysu og ég er mamma. It officially makes me a flíspeysu mamma. En þetta er mjög flott flíspeysu sem þú ert í. Æ, þakka fyrir. En þetta er bara, þú ert flíspeysu mamma, but make it stylish. já, it's cold outside, guys. Já. Ég var algjör úlpu mamma, sko. Ég er bara úlpu squeeze. Úlpu squeeze. Já, ég er alltaf í úlpu. Bara, maður verður að halda sér heitum, sko. Já, algjörlega. En það er líka ekkert eðlilega kalt. Bara brjála við. Já, það er bara stormur, sko. Já, nenni ekki neitt, sko. Nei, ég ætla líka að segja, sko, er það þannig með þína húð, það er þannig með mína húð, að hvers skiptir bara kóluna og bara þotna ég upp. Já, bara 100%. Sko, ég fór upp í rúm í gær og var bara að fara að sofa og ég var búin að setja um rakamekrem, en mér leið bara eins og ég væri ekki með, ég var bara svona, mér leið bara eitthvað svona dry. Já, crispy. Já, svona crispy, já. Ég ángri stóð upp, og það er alveg mikið til, þannig að búin að leggja snöður að standa aftur upp, sko. Búin að slökka allt og eitthvað, allt frammi og eitthvað. Stóð upp, fór inn og bara setja með rakamaskan og ég fór að sofa með hann. Já, það er best. Já. Ég elska það. Rakamaskin frá Laugaspa í alvörinni, guys, bara, og ég vaknaði bara glowing. Já. Það bara eins og ég hef aldrei verið þurr á ævi minni. Einmitt. Það er svona gulrót að kemur líka í hann, maður verið smá svona órans, skilur en ekki mikið. Nei. En það var svona, ég setti þetta undir make-up, sko, þegar ég er mjög þurr. Já. Ég er alveg þar. Sko, guys, rakamaskin bara, þegar með kólnandi veðri, you need it. You need it, guys. Það ekki? Jú. Það er officially líka bara haustveður núna, sko. Já. Sorry to say it, sko. En ef allt gengur upp, þá er ég núna í sumar og sól, sko. Já, þegar þessi þáttu kemur út. Ætti ekki ganga upp? Nei, þú þarf náttúrulega að taka próf og svona. Já. Þú veist, þeir eru það, skilur. Við erum ekki heima í sótkví eða eitthvað. Nei, einmitt. Þannig að, já, vonandi. En það er líka mikilvægt að nota rakamaskan í sól og sumar, sko. Það er bara 100% rétt. 100%. En líka annað sem ég ætla að taka með mér út, ef ég kemst út, þar að segja, ég er leiðin út í Spánar þegar við erum að taka þetta upp og er komin út í Spánar þegar þetta kemur út. Þannig að ef ég veit, ekki lengur komin til Spánar? Jú, örgulega. Ég er út á Spáni, á að vera út á Spáni. Ef að PCR-testum mitt gekk upp og allt það. En eitt sem ég ætla líka að taka með mér út er Mr. Co. Út af því, þú lítur að þekka það, þegar maður er í sól- og sumarlandi, að þá er maður ekkert mikið að mála sig yfir daginn. Maður er bara svona, þú veist, með sólaverðn á sér auðvitað og maður er bara svona tanadödu. Svo kemur kvöldið og þá kannski fer maður eitthvað út að borða. Og þá kannski vill maður setja smá púður á sig eða eitthvað þannig til þess að svona matta sig niður, skilur? Já. Að það maður er búin svo glowing allir daginn. Þá er eitthvað svo auðvitað fer maður styrtum að þrífa sig, en maður kannski setur þessu púður, svo maður kannski að bæta púður á sig, búin að svitna smá. Já, svona verður þessum bustaninn svona oily og skítu. Já, það er hvað meina. Ég þoli það ekki. Þú veist, húðin verður svo crispy, einhvern veginn, svona því hún svona brend, skilur. Já. Þá verður það bustaninn svona ekstra dirty eitthvað. Já, og þú veist, bara svona, þú veist kannski að bæta púður á þig eftir að búin að svitna smá að því það var heitt. Já. Ég hugsa ándurs bara, ég ætla bara að stokka upp, ég ætla bara að taka nýja brúsa með mér út, þú veist, þótt ég á bara nógu mínum, mér finnst alltaf, það er eitthvað við það að fara útlanda, maður verður að fara með allt fullt. Já. Þú veist hvað meina? Það er eitthvað hot, sko. Það er eitthvað hot við það. Þannig að ég ætla bara að fara bara með nýja brúsa. Ég samt gerir öfugt, sko. Ég tek alltaf það sem er minnst eftir í brúsunum, eins og með sjampóið mín og allt það. Það tek ég það sem er minnst eftir, þannig ég get skilið umbúinu eftir. Það er sniðugt. Fattur það mig? Reyndar ógeðslega sniðugt. Það get líka gert það og fengið nýtt þegar ég kemur heim. Já, reyndar. En ég held að svona, fyrst svo gaman að fara með allt nýtt út, þannig að veist, ekkert er svona eitthvað, það mun ekkert leka, mun ekkert fara út allt, eitthvað, ég veit ekki okkur. En ég ætla að taka það með mér út líka. Til þess að bara létt, þrífa bustunum mína á auðveldan hátt þegar úti. Já, og líka bara komdu heim með hreina busta. Já, hvað væri meira satisfying? Já, og því maður er svo búin á því eitthvað að unpacka og eitthvað stús, skilur. Ekkert leiðilega í heiminum en að pakka. Einmitt. Og hvað þá að unpacka? Það er ennþá verða, sko. Oi barasta. Oi bara. En heyrðu, þetta er svona óþægilega tískutrend. Þau, sko, það er alveg mikið óþægilegt við pælum í. Nei, sko,
það sem ég er búin að lesa, ég er að lesa eitthvað meira gróft en þú. Já, ég veit það. Ég er búin að vera triggered, sko, hann að smá trigger warning á þessum þætti. Við ætlum að segja það einmitt, að það er smá trigger warning fyrir svona grafískum útskýringum. Já, bara á smá sick, þetta er bara náttúrulega sick, shit sem ég er að lesa, sko. Þú ert kannski með eitthvað aðeins svona, bara óþægilegt, skilur. Já, ég á með svona óþægilegt, en ég er með sumt sem er fatal. Já, einmitt. Új, bara stapælti því. En hugmyndin raunin kom shoutout á lifandi vísindi því að ykkur ástæðum var ég búin að læka þau á Facebook og það kom upp eitthvað grein sem að þau skrifu sem að var eitthvað óþægilega tíska eitthvað og þau nefndi eitthvað 2 hluti og ég bara, þetta er geðið áhugavert topic bara hvað er óþægilega tíska svo er ég aðeins búin að vera að googla og skoða þetta og eitthvað og þá er náttúrulega sjúklega misjant hvað fólki finnst óþægilegt eins og sumir voru bara að skrifa bara G-strengar er óþægilegsta tíska sem hefur komið upp og svona ok finnst ekkert öllum G-strengar óþægilegir? Mér finnst ándis ömmubrók óþægilegir sko já eða væri ekki unhygienic eða svona maður á ekki að sofa í G-streng nei þá myndi ég sofa í G-streng alltaf að þú veist mér finnst okkur á maður ekki sofa í G-streng ég veit það ekki það er eitthvað ég bara geri það aldrei nei en það er ástæða okkur maður gera það ekki það er alltaf eitthvað sem maður hefur sagt um mig þegar ég var yngri eða bara svona þegar maður byrja í G-streng að maður er alltaf að sofa í ömmubrók skilur ég er ekki að sofa í ömmubrók að því mér finnst það þægilegt sko nei mér finnst það ekki þægilegt nei, ég sé vel alltaf bara svona boxerum já, ég fæ bara 4 rassa á því og það er miklu óþægilegra fattar mig? Já fattar ekki um mér, það skerst inn í svona rassa kynna þetta getur pæli en sérðu, þetta er óþægileg tíska því finnst ömmubrók óþægileg og einhverjum öðrum að núti finnst G-strengur ángriðs bara, hvað ömmubrók er því að þú veist I need to hook you up nei, en svo eru margir sem skrifuðu náttúrulega brjóstraldrar að það sé óþægileg tíska já, ég sammála því já, þetta er svo misjæft en við ætlum, upprunalega ætlum við að fara í miklu meira brútal hluti að tala heldur en nei, bara bæði, sko það er ekki bara, en já, það er alltaf sem við segjum bara að þú veist, brjóstaldrar sé mest óþægilega tíska sko, ég gæti ekki mér sammála nei, já ég fæ bara vöðvabólgu og þú veist, mér er bara illt þegar brjóstaldrum sko. Þú er bara í svona toppum já, ég fyrir toppa, max og ef ég fyrir brjóstaldra þá var hann bara þau er seamless, skilur já, engin víra en samt skilur eins og með lounge vírarnir í svona leysbrjóstaldrar mér finn ekki fyrir þeim en þegar, þú veist, eins og svona brjóstaldrar svona venjulegir svona, með svona ég bara geta ekki, sko ég bara dey eftir það, mér verður líka bara illt en ég verður illt í nipplunum já, og það er svo harðir já, það er svo mikið að vera að nuttast allan daginn, skilur ég er bara þar, sko svo segum þetta er trygguvorni þáttu, sko það er auðvitað þetta er náttúrulega nei, það er fólk sem er sammálaðir já, þessi flesti sem tengja, margir allavega það er líka allir sem tengja það að koma heim eftir að vera búin að brjóstaldrum, taka ná og maður bara svona ég er bara fyrst sem ég gerir, sko já, miklu frekar að fara á gallabuxum af því maður oft heyrst ekki svona, því ég kem heim og fara á gallabuxum ég bara neini, því ég kem heim ég er alltaf í svo oversize gallabuxum já, hvað sem er, einmitt mér það ekki það mikið en að fara á brjóstaldrunum ég er stundum bara, mér er bara illt bara allt kvöldi eftir það, sko já, ég er alveg sammála, ég fæla svona í, þú veist hvað heitir það? Axlun, já, vöðvabólgu já, bara svona vöðvabólgu og eitthvað en bara, já en já, ég er innan nei en þú veist, í alvörinni, ég er bara svona oft er pælt, ég er bara svona hvað, akkur er mann illt nipplunum, skilur já, þetta er ekki pæling það er eitthvað nuttast, skilur maður hugsa kannski, já, það er bara that time of the month það er eitthvað þannig, skilur, svo er maður bara ég var brjóstaldar allan daginn og það var brjóstan þannig að það er eitthvað sem er illt í nipplunum pröfa að tjekka hvernig brjóstaldar verði ándjóks og líka pröfa að passa þetta er alltaf að passa upp á þessi í réttir stærð ég held það sé úrslega mikilvægt 100% það er margir sem að já, margir sem að eitthvað klikka á því, skilju og þá er þetta ennþá verra en en byrstu þú sagðir að það verður trigger svona að tala um nipplur, það er það ekki að tala um nipplur nei, var ég fyrir að tala um nipplur nei, ég skal segja þér er fyrst illt í nipplunum þegar þú byrjar ekki að badda brjóst, sko ég get ímynda mér, ég er mjög hrædd um nipplunum mínar þá er mann illt, sko svo venst það, nú finnum maður ekki fyrir því og nú er það bara nú get ég að fara í versta brjóstaldra í heiminum og ég myndi ekki finna fyrir því það er bara orðin svona dauf og aum já, meinar nei, ég sagði regla tryggvarning að þú sagði ok, sorry, ég ætla bara að segja það já, en þú veist en nipplur er ekki triggers það er allir með nipplur mér finnst svo skrítið hvað nipplur eru svona sjokkarandi fyrir fólki er það sjokkarandi? Já, bara svona þegar sérst í nipplur í gegnum ból eða sundföt eða eitthvað þannig það er svo margir sem eru ógeðslega triggered bæðir en svo fyndi að þið verum öll með nipplur það
give my nipples a purpose, skilur Já. Það bara barn að þú veist, það eini tilgangur, annars eru öll bara með sömu tilgangslösu nipplunar. Já, sem eru með 3. Já, sem eru með 4 eða 5. Einmitt. Ég skil bara ekki þetta tabú með nipplur, sko. Nei, free the nipple, sko. Free the nipple, bara gleymist. Það gleymist. Gerum það oftar, sko. Já. Nei, ég sammála, bara líka bara, þú veist, það sem er nummer 1, 2 og 3 er bara að vera í ykkur þægilegu. Og líka, eins og svolítið sem við erum að fara að tala um núna, svona, kannski, ef við fyrir svona aftur í tíman í svona korselett vibe, skilur. Já. Það sem er sorglegast við þetta er eiginlega öll þessi tíska var gerð, skilur, með það í huga að þóknast hinu kyninu. Það er viðbjóðslegt. Og líka mjög mikið status. Já, skilurðu. Já, bara svona ég er ríka, ég er þetta eða eitthvað. Bara svona hvernig skóru úrst í til þess að vera, þú veist, hærra en aðrir, skilur. Það var hækkun á skóniðinum til þess að sína þinn status í samfélaginu, skilur. Já. Vilt þú fara yfir það sem úrst með? Ef byrja þetta bara. Ef ekki bara byrja á mínu bara. Já. Okay. Til þess að enda þetta kannski léttum nótum. Já, ok, fyrsta sem er hérna, ég fann bara eitthvað svona greina af eitthvað svona ógæslegu dóti. Ég svona googlaði ekkert eitthvað ógæslegt, fattar þú? Nei. Ég var bara svona, óþægileg tískutrend og það bara kom eitthvað fatal fashion. Ég var bara, ok, what the fuck? Ok, fatal fashion. Þannig að hérna erum við með smá trigger warning og já, ég meðlum ekki með þessu. Já, þú ert með þetta hérna, ekki? Jú. Ok. Og fyrsta er náttúrulega korslett. Þetta er rosaleg tíska. Já. Rosaleg, maður hefur séð svo margar spólur þar sem að vera þú veist, setja fætunar í borðið og vera að þrengja að hjá greið manneskinu og hún getur ekki andað, skilur. En svo er hérna eitt case hérna, frá árið 1903 sem er ekki það langt síðan. Mér finnst það mjög stutt síðan. Tæmlega sé ekki, nei, einmitt. Þá var einhver kona sem dó og það var svona krufning. Já. Og þá var hún með svona 2 bita af korsettinu inn í hjartan. Hættu. Nei, ég er ekki að tjóka. Það var það þröngt að hún bara dó, skilur. Það var bara vír úr korsettinu í hjartan á henni. Pældi ég þessu. Hvernig er þetta hægt með mannabli? Eða með sko... Hvernig öskrar ekki þegar þú ert að fá það inn? Eða bara, Pældi hvað það þarf að fara fucking fast. Þú ert bara að brjóta henni í rifbinin í leiðinni, sko. 100%. Já, rifbinin eru til þess að venda hjarta, sko. Já, venda líffærum bara öll. Já. En, þetta er sem sagt, þetta var mjög mikið trend þannig að þetta er bara svo ekstrím í þessu Victorian era. Já. Sem er að vera svona tímabil þegar Victoria drottning, Bretadrottning var uppi. Sem var fyrir löngu síðan, sko. Ekki það löngu? Nei, en þú veist, það var, mér finnst það var ekki það, 1837 til 1901. Það var bara daginn. Já. En þú veist, það er 1900, skilur. Mér finnst það svo stutt. Æ, fattar það mig? Já, klálega. Æ, ég veit það ekki. Þetta er ekki bara 1600. Já, ég hugsa að það var ekki þá. Já. En þú veist, svo we've come a long way. Já. Í öllu svona bara, þú veist. Bara með vitundavakningu og með, þú veist, já, bara á stuttum tíma. Þú veist, það er ekkert langt síðan að var eitthvað svona sick dæmi í gangi, skilur. Nei, klálega. Það er ennþá alveg fullt af eitthvað sick dæmi í gangi. Klálega. Líka sko, þú veist, korselettur er ennþá til í dag. Já, en það er ekki eins. Nei, guðmengóður alls ekki eins. Þú veist, maður á alveg korselett, skilur, og oft er maður kannski í því yfir, þú hefur stundu verið í því yfir skyrtur og svona, þú veist. Það er ekki beint korsett, það er korsett. Korsett, já, einhvern veginn. En það er aldrei einhver þrengsli, fattar það mig. Nei, en við erum að tala bara, ef þú ert að hugsa um þetta venjulega, sem þú sé kannski pínu tísku núna, þá erum við að tala um sko bara alveg þannig að þú verður 100% eins og stundaglass. Já, það er líka bara svona reymar aftan og svona þrengja eins mikið og getur. Og ef þú ert ekki í þessu á þessum tíma, það er konur sem voru, þú veist, who dare að vera bara venjulegar, þær eru taldar vera svona lausar og scandalous. Ok, það voru ekki svona fínar það voru bara fína frú sem voru þessu. Já, það er svona, stendur hérna, no self-respecting woman in the Victorian era would be caught dead without her corset. Þannig að þú veist, þú bara, ef þú ert self-respecting kona, þá ert í þessu, skilur. Þannig að konur voru bara að fara í þetta til þess að fólk myndi ekki halda á hann sé eitthvað, skilur. Þetta er bara galið. Þetta er ógeð. Og þetta er bara bókstælega, þú veist, margar konur sem dóu út af þessu. Ég skal vel trúa því. Þetta stoppar sko öndunarlegina, skilur. Öndunarlegina og bara meltingavegin og þarmana. Já, og það eru að upplega, skilur, internal bleeding, bara innvortisblæðingar. Já. Og bara alltaf náttúrulega leiði yfir þær. Já.
að því náttúrulega bara ógeðslega mikið þrýstingur á lungun, skilur bara að þú fari ekki súrefni í hausinn. Manstu ekki eftir í Pirates of the Caribbean fyrstu myndinni? Nei, ég man reyndar ekki. Nei, okay. Vákvæðan sín að horta þær. Ok, ég náttúrulega var big fan. Ég man bara svo vel eftir sig lítið, ég var bara, oh my god, hvað er sick. Já. Það var að tróða henni svona í Karen Adley. Var að tróða henni í svona korsett og hún bara deyja, skilur, hún bara það þröngt og svo hún eitthvað úti og það svona risa klettur niður í sjó. Svo líður yfir henni og hún dettur hún í sjóin. Og þá bjargar Captain Jack Sparrow henni. Captain Jack Sparrow, sko. Vá, ég hefur ekki séð þessa mynda. Jú, ég bara búin að gleyma þessu. Þetta er svona the triggering moment, þá dettur hálsmenni onni og svona zoom, kallar á the Black Pearl. Það allt og langt sín sjálfsmynd. Vá, ég fara heim og horfa á hana, sko. Ok, svo nummer 2 hérna. Já. Belladonna Eye Drops heitir þetta. Ok, þetta eitthvað augndropar. Já, og þetta gert úr mjög poisonous beri sem að þetta ber eða herb það gerir svona skin irritations. Já, svona erting í húð. Ok. Og hjartavandamál og potential blindness. Og akkur fólk að setja þetta í augun sín? Tískan var svo þannig þarna að það var fallegt og aðlaðandi að vera með stóran augstein. Já, og þessi, ef þú settir þetta í auguna þér þá stækkaði augsteinin. En það var oft sem að fólk bara fekk bara sýkingar, skilur. Skiljanlega. Og bara dó. Þú veist, það náttúrulega engin á þessum tíma kannski ekki geggjuð sýklalyf, skilur, og þú veist, nei, þú bara getur dáið. Einmitt. Þetta var svona clear eyes þeirra tíma. En þú veist, þetta er til að stækka á beauty purpose, ekki til að minnka redness, skilur, það er allt annað. En clear eyes er samt alveg svona okkar tíma augndropa fashion, myndi ég segja. Er það samt ekki frekar eða með svona, þú veist, að minnka róða? Er það ekki? En þú veist, þetta er svona til að stækka augsteini, en það er eitthvað meira... Já, þetta er miklu meira brútal, don't get me wrong, en ég bara tala þú veist, fyndi að það sé ennþá eitthvað, þú veist, clear eyes er basically bara beauty purpose. Þú veist, það er engin svona, einhverjum sem bleitir þetta upp í augunum mínum, passar bara rakað, eitthvað þannig, en moral of the story með þess að clear eyes dropa í dag er að þú veist, þetta gerir augnkvítuna hvítari. Já. Pældi því? Eða dregur rauðar, eða þú ert ekkert eitthvað bleachað augnkvítuna, það var meira svona til að bera saman þetta, skilur. Já. En ég bara tala skilur að finna að sé eitthvað ennþá að það ekki bara með rauðu og verður góð. Ég held að það sé örgulega óþægilegt að þú veist, þetta þrengir æðarnar eða eitthvað, þeir eru of þrútnar eða eitthvað þannig. Þau eru með rauðu? Já, þá sérst þær, skilur, það lítur svo eitthvað svona. En fólki þarna lítur að vera með hrikalega rauð augu bara reysa hugsteina. Ég get ekki ímyndað með hvernig það lítur út, sko. Úff, það hljómar svo eitthvað vampírulyf. Já, það hljómar svo eitthvað eiturlyf bara. Þú veist, þú eru gláð tripping eða eitthvað. Ói. Allavega, hérna er... Líka mér alltaf að finna að pæla hverjum datt þetta í hug? Hver pröfaði þetta? Já. Og hvað bara, augnstunni er stækkað við þetta. Eins og korsettlett, skilur bara svona, hver pröfaði bara nánast stoppa önduninu sína? Það var bara einhver kjóll, skilur, og bara, eða fyrir minni stær sem passar ekki á þig, þá lúkkaru betur, skilur, innan gæsalappa. Bara gæsalappa. En þú veist, ég veit það ekki. En það er svo mörg trend sem að maður getur ekki útskipt. Nei, einmitt. Hver flott er með stóran augstein, mér er eitthvað sens. Ég bara skil ekki. Nei. En allavega, eitt annan trendina sem ég vissi, ég hef aldrei heyrt um. Það var svona þröngur krægi, hálskrægi á kallmann. Á kallmenn. Þá eru þeir bara með mjög þröngan til þess að halda haustum alveg beinum og svona tignalegum, skilur. Já. Það er svo horfa niður á alla hina. Þetta er fyrsta svona kallatrendið frá þessum tíma sem ég hef heyrt að, skilur. Já, ég er enda líka. Það er vel bara eitthvað svona kvennantengt að mér finnst. Já, mér líka, já. Og þetta var kallað the father killer. Af því að, þú veist, ef að gæjarnir er að drekka áfengi eða eitthvað, þú veist, bara að reykja sígarettur, skiluru. Það er mjög hættulegt. Allt sem er þröngt um hálsina er náttúrulega mjög hættulegt. Það var líka markasett svona á þetta eitthvað, do not wear and drink, skiluru. Og svona hættulegt, og gleymir maður sér. Það fór svo vassúpa, druknar. Það sem þú verður að tala um áfengi, því þá ertu ekki náttúrulega með alert alveg. Bara segir svona, skilur? Já. Það var mjög mikið allavega dauðsföllum út af þessum. Þú ert náttúrulega ofta að drukna á þínum eigin drykkjum. Ég myndi bara drukna eins og á mig, sko.
Oh my god. Þetta hrikalegt. Hræðilegt. Þetta er svo dangerous. Eða svona, fælti ég að vera bara alla daga með eitthvað tískutrend og þér líður bara ógeðslega illa. Ætli það sé líka pínuð pointið eða eitthvað, skilur á þessum tíma að því þú tókst leggja þetta á þig. Já, að þú tókst þessa, já, að þú setja að leggja þetta á þig. En mér finnst þetta að vera ekki mikið svona hvar stendur í samfélaginu pælingar. Þú segir þá að því að þú skilur ákvæmst að taka þátt í þessu trendi og ert að þú veist sína ég get gert þetta því að ég er svo bara ég er svona að þú sér það á hálsinum á mér ég er svo ógeðslega fín frú að ég geti kantað ég er í sjokki það er ógeðslegt en svo líka fótabindingar sem ég sá eitthvað vídeo þetta á Facebook það er ennþá kona sem er ennþá til sem fóturinn hennar ennþá svona og það var svo þannig að þetta var í Kína þau vildu mjög mikið að vera með pinkuleita lappir það var tískan, bara tiny feet þannig að það eru bundnar fætunar þannig að þau bara svona afmyndust í bara pinkuleitla stærð og þú veist, þetta lukkar ekki til þess að fótur sko þetta er bara stímið þeirra að lappa og þú veist bara með bundnar tætnar og allt bara svona, þú veist ekki bara tætnar þetta er bara þannig að þú brotnar bara ristin á þér skilur og svo bara vekk svona aftur saman í þessu hvernig heldur þú jafnvægi? Ég skilði það ekki það er bara sér skór fyrir þetta og allt sko hvað er ógeðslegt, þetta minnir við pínu á hann að mannstu þessi Tóbi og Love Island þegar hann var að tala skóstærð nei, man ekki að því man ekki hvort það hefur verið í Unseen Bits eða hvort það hefur verið í þáttunum en þau voru að tala skóstærð og hann sagði að maður getur ákveðið hvað skóstærð maður er í og þau er alveg nú ekki stækka hana eða? Jú hann segir bara, ef maður ákveðið bara ég er í stærð 42, þá verður alltaf í stærð 42 bara alltaf í óstórum skóm þú mynd bara að vaksa upp í það nei, hættu hann sagði það heldur að Benzi hefði gert það hann var bara í stærð 41 og svo bara ég ætla að vera 48,5 já, hann bara ákvað það þegar hann var lítill ég verði að finna þess að klipp og setja þetta í stóri á tebónu þetta er ekkert eðlilega að fyndi það var bara eitthvað, jú, og svo þau voru alltaf bara svona eins og Teddy var bara svona Tóbi, jú, ok ég skil frekar að minka af því að það bara svona brotna já, þau voru auðvitað því þarna út í Kína en þau líka notu þessar fótabindingar með því að þau veist sóka fæturnar í sýrum og vinegar og þvægi ég bara þetta ammoníakið eða eitthvað eyður upp eða eitthvað þá bara brotna beinin og ekki eins og vond eða eitthvað en fólk, þú veist þegar beinin að brotna svona, fólk voru átt að fá bara brútal sýkingar og deyja, skilur já, skal trúa því svo þetta ekki að brjóta beinin viljandi þau eru að fóra fucking reason, sko gríns og líka, þú veist, allt svona allir mér, þú veist, líka er meitt hérna þetta er bara frá langu síðan en í Saradinji ættbálkunum í Mið-Afríku þá notuðu konur sko það kannski í tísku hefur verið tísku undanfarin ára að stækka sér varirnar núna okkar tíma en þarna voru sko tískan að þenja út neðrivöruna þannig að þú voru basically eins og bara með disk fyrir neðrivör eða eitthvað og þær voru bara að setja bara leir eða tréskífur hérna ón í neðrivöruna þannig að neðrivörun stóð kannski bara svona 15 cm fram og þetta er hræðilegt en ég veit nú ekki alveg tilgangur af hverju þetta var eitthvað talið vera flott en er þetta ekki ennþá eitthvað tils? Ég held það sko já, kannski eitthvað ættbálkum já, ég held það en þá er þetta einmitt eitthvað svona gert fyrir svona er þetta beauty standard? heldur þau? Veistu það? Nei, ég veit það svo sem ekki en þetta bara, þú veist, þetta tala vera fallegt þarna, þannig já, maður það ekki og svo þarna, eins og öll séð, þú veist, konur í Afríku og Suðaustur Asíu og svona þannig, svona gírafahálsinn já, setja það svona ringja á hálsinn já, til þess að lengja hálsinn og já þú veist, og ef að eiginmaður gírafakonu svo konu með svona heitir þetta gírafakona? Já, þetta kalla það á góður íslensku ok
ég var ekki að búa þín orð. Nei, ég bara... Nei, já, en ef að sérst eiginmaður gíraffakonu grunaði hann hjúskapabrot, þá gat hann fjarlægt af henni hálsringana og þá var óhjákvæmilegt að hinir veikluðu hálsliðar gæfu sig og brotnuðu. Jesús. Já, þannig að ef þið grunar, þá máttu bara taka af henni... Það er ekki lagi, sko. Þetta er hræðilegt. Já. Hvað myndum við að vilja vera með að geta langan háls? Þetta er bara eitthvað svona, ég veit það ekki, sko. Nei, þetta er, já, ég mitt. I don't know. Það er bara alltaf þessu eitthvað sem ég skil ekki, sko. Nei, auðvitað, við þurfum kannski ekki að taka, já, Nei. En svo er eitt sem heitir crinoline dresses, sem svona, mannstu þegar þú voru að tala með Cinderella, sem svona játstykki undir og svo efni yfir. Já, mikið notað til með svo barbitúkur eftir ekki að staða köku. Já, einmitt. Þetta er svona kjóll undir og svo er sett stál, risastál og svo annað efni yfir og þá lukkar kjólli bara eins og þú sér bara barbitúka. En árið 1858 var talið að var meðaltalið 3 dauðsföll á viku út af þessum kjólum og það var að kvikna í þeim. What? Hvernig var að kvikna í þeim? Það er bara kannski, þú veist, þú fettir hlýðan alltaf nota mikið, þú veist, það var ekki ljósaperur eða þú veist, ég geti ímyndið mér sem mikið að kertum á þessum tíma og rekuð í eitthvað og kertið þetta á þig, þú kemst ekkert úr þessu bara mjög fljótt, það bara kviknar í þér allir og engi geti hjálpað þér. Já, þú ert náttúrulega með svona aðskotarhlut sem að næri mjög lengra út en þú, þannig að þú gerir kannski ekki alveg ráð fyrir hversu stór einmitt þú ert. Já. Vá, pældi að vera fastur inn í kjólnum og þú ert bara, ég er að brenna. Þú er bara að brenna lifandi. Já. Og þetta var 3, þú veist, meðaltalið 3 í viku. Það var mikið. Hræðilegt. Sjokki. En já, þetta var tíska. Þetta er bara 100% tíska, skilur. Þetta er ekkert eitthvað, þú veist, þú þarfst að vera með korsetti til þess að þú horfir vel á þig, þú ert með. Nei. Þetta er bara tíska. Já, þetta er bara eitthvað svona flotti kjóll. Já, svo var þetta bara, þetta var náttúrulega, já, það var efnið sem er notað í þetta, það er mjög flammable, eða þú veist, eldfimt. Já. Þannig að það var ekkert að hjálpa. Nei, það hjálpa náttúrulega neitt, sko. Fólk var bara tilbúið að leggja það á sig. Já, til þess að líta vel út. Jep. Beauty's pain. Nei, það á ekki vera. Það á ekki vera. Nei. En númer 6 eitthvað sem ég hef aldrei heyrt áður og mér langar aldrei að heyra aftur. Ok. Það er augnháralenggingar. Nema það er saumað í þig. Ói, barasta. Það er bara basically saumað í þig augnháralenggingar og ástæðan er ennþá verri. Ástæðan, af hverju konur var að gera þetta, var því það var trúað á þeim tíma að konur sem var með lítið augnárum, ef missir augnár, það er því að þú ert búin að stunda ótrúlega mikið kynlíf. Einmitt. Og þú, til þess að vera lúka pure, það þarfst að vera bara eins og fyririldi. Þá voru þær bara, fuck eitthvað, ég er með lítið augnar en ég er ekki búin að stunda svo mikið kynlíf, skilur, ég verði að láta laga þetta, skilur. Ég skil ekki hvernig þetta bara... Hvernig þetta er sjúkt. Nei, einmitt. Og hvernig datt þetta í hug? Hver bjóð til þess að sögu og þeir ímyndar konar sem fjalli fyrir þessu og að þurfa actually að líða þannig að þú er bara ok, ég má ekki lúka unpure, skilur við. Einmitt. Það er eitthvað mjög minna pure og búin að stunda mikið kynlíf. Einmitt. That's fucking sick. Já, mátti stunda eins mikið kynlíf og vilt. Já, gríns. Og það hefur ekkert með augnár að gera. Úi, ég fyrir ekki saumað í þig augnár. Sko, allt sem tengist augum og svona, þú veist ekki hvað er viðkvæm augun. Já, en það voru marga konur sem dóu þessu út af bara sýkingahættu, sko. Mjög mikið sýkingahætta. Ói, ég skal trúa því. Ég er sjokki. Þetta er ógislegt. Meira áslista. Það er bara rib removal og... Já. Og það var líka mjög mikið in the Victorian era. Já, þetta fjalla á sér ribbin. Já, til þess að komast í ennþá minni korsett. Ég held það sem álið, sko. Þessi aðgerð var náttúrulega ekkert mikið til og ég veit ekki einu hvort þú sé þetta til í dag þó vorum búin að reyna að googla það og þú veist, það var náttúrulega bara ekkert þú veist, það var erfitt að gera þetta þannig að fólk var bara að deyja, skilur þannig já, þetta er En svo var hann að klófótur eða eitthvað Það er það sem við vorum að tala um Já, það er hann að brjóta beinin sín til að minnka fótinn Já. En þú veist, fólk það er líka hægt að fæðast þannig, sko heitir það ekki klófótur okay. En þetta footbinding er það? Já, það lítur út þá eins og klóffótur, skilur já. lítur út
Oh my god. Þú veist, það bara þrýst, eða svona þvinga fótinn í að líta svona út af því að það var meira, þú veist, konur eru meira desirable eða eru litla fætur. Wow. Þú hefur verið mjög desirable eða þú verið hann á þessum tíma. Já, það rétt. Heppin ég. Já. Þetta með tiny feet. Með litla fætur. Þetta svo sick maður. Ég var svona, það er svo mikið en sko, þú veist, bara þessi svona höfuföt sem að voru bara, þú veist, bara risastór og þung og þú þurfti bara einhverjar voðalega spennur til að halda og bara Haldi hausverknum. Já, og þú veist, fólk var að rifna upp bara hársverðin að fólki, skilur þetta er bara, þetta er ógeðslegt. Maður veit að sjálfur bara hvað er ógeðslega óþægilegt til þess að vera með tagling í hárinu. Þú veist, maður verður bara þreyttur sem í hausnum eftir á. Ángríns. Þannig að hvað þá að vera með eitthvað sem er þvílík þyngsli í. Það er bara ríkalegt. Dögunum, eða þú veist, tíminum saman. Það er svo mikið, pældi það er örugglega eitthvað í dag sem við gerum sem að eftir 100 ár sé bara eitthvað sick, skilur. Alveg 100%. Eitthvað sem við erum bara svona sem við áttum ykkur ekki á núna. Já. Þú veist, bara að konur bara, að fólk gera eitthvað þetta til þess að láta, ég veit það ekki. Nei. Þú að náttúrulega bara allir með að gera það sem við vilja til þess að láta hann líða betur, skilur. En svona eins og hár ígræðisla hjá til dæmis fólki sem er að missa hárið. Það sé ekki sársaukafullt eða? Ég held ekki. Nei. Er bara kannski þróunin orðin það góð að ég held að það sé ekki að teka vont. Nei. Ég veit það samt ekki, sko. Ég veit ekki, kannski. Nei, kannski. I don't know. Ég veit ekki, ég fór bara svona að pæla, skilur, hvað væri svona okkar tíma svipað kannski og eitthvað af þessu. Það er bara fullt, sko. Við erum bara blind á það, held ég. Já, ætla að sé ekki bara það. Og fólk, við munum fatta það bara seinna. Já, pottet. Új. Líka bara, þú veist, að á þessum tíma bara svona kannski með þess aðeins fyrir Victorian tíma bara svona make-upið sem þau voru með. Já. Þú veist, að því þetta var ekkit endilega þetta var ekki vel þróu make-up, skilur, þannig að fólk var bara að nota þegar það var mjög mikið tísku að vera svona hvítur eitthvað neginn. Bara svona málaður alveg. Já, bara málaður eitthvað neginn alveg, bara svona eins og þau getið ímyndað eitthvað bara svona einhverjum teiknimyndum, skilur, eða eitthvað þannig. Og og þá sem þú bara nota bara svona einhver og blandast bara svona, hvað heitir þetta, vinegar, bara edik og svona, blandaður kannski hvíta krít og eitthvað. Setta edik framan í þig. Ég veit ímyndum með hvað það er vont. Það var ekki að vera að pæla inni alltaf á þessum tíma. Nei, og það er myndið að segja hérna bara svona að þetta var fyrir bæði kalla á konur svona að hafa eitthvað pale white face væri þú veist, tala að vera eitthvað fallegast sem er náttúrulega bara ógeðslegt og líka bara sjúklega rasíst og astnalegt. Bara ekkert í lagi við það, sko. Bara ekki neitt en ég ætla ekki að segja sem betur fer en þú veist, fólki sem var að gera þetta margir enn dóu. Við þetta? Já. Og ég er ekki að segja sem betur fer en ég meina, halló. Við fyrir búist þið. Hvað, af hverju? Bara út af því, þú veist, þetta var sýkingum, bara svona harmful element sem voru í þessu. Þú veist, eins og ég segi, þú veist, þetta var bara svona krít, tjalk, bara svona ekki svona kól og eitthvað sem þú veist að upplita með etiki og svona setja þetta framan í þig. Já, stendur hérna fólk voru að fá líka hárloss, magaveiki, tennurnar þeim eru að rotna við þetta og höfuverki og stundum dauða. Einmitt. Vitleysa. Já, þetta er mjög steikt. Vá, ég bara en þú veist, þetta er mjög en við erum öll sammála því, þú veist, að því að maður er alveg sjálfur sakur þú veist, maður hefur alveg sjálfur sagt eitthvað svona beauty is pain það ánátt ekki að vera það. Nei, 100% ekki. Þú veist, þess að ég mann þegar ég var sko aflita á mér hárið, þú veist, þá sveið mann alveg í hársvörun, en maður bara heit mér bara að hafa þetta. Beauty is pain. Já, ég veit ekki hvað maður hefur sagt þetta gegnum tíðina, sko. Já. Það er ekki góð við það, sko. Já, mjög steikt. Þetta er mjög steikt saying. Já, en þetta kemur okkur frá þessum tíma þegar þau voru að tróða sér í sig korslett og þú veist, þannig að við ættum að droppa þessari setningu ASAP. Já, nættilega hætta, sko. Já. En svo eins og, þú veist, götin okkar, við erum eyrnalokka göt og götinöflunum og svona, þú veist, margir með göt út allt, skilju. Þetta er alveg grillu pæling.
þetta bara svo vont í einu segund ég veit það, en þú svo erst að gera gata tattu líka, skilur það er ofta vont í marga klukktíma já, erst að fá stórt þá, mér finnst það ekki vera svona abuse pain dæmi, það er allt annað svo lengi sem ekki að skaða þig, fattar þau svona langtíma og ég svona hugsa, ætli þetta veri hort tilbaka á þetta nei, þetta búið að gera svo lengi já. Við höldum alltaf áfram í þessu veit það? Já, þetta er búin að vera í mörg 100.000 ár, skilur en pælingin er svona grillu, þú fattar það þú veist, pælingin er grillu að vera stingað með nálum ógeðslega hratt til þess að setja eitthvað skatti já, eða skrauta á þig, skilur þetta er alveg góð pæling, sko þess kannski munum við bara í framtíðinu vera bara alveg við komum bara aftur í steinalda ourselves, skilur bara ekkert nei, bara ekkert en ég held samt frekar að munum vera bara svona allir eru sitt já, ég held að líka ég held að munum bara svona frekar að meira diversity, skilur heldur en nokkuð tíman að myndum öll bara vera neutral bara eins og gött eirun, skilur svo hefur til dæmis verið lengi í tísku svona tönnel það lítur út fyrir að vera sársaukafullt, ég veit að það ekki en alltaf svona því ég sé það er ég svona, oh my god, það er ekki til eirunum það er bara svona ef það er svona stórt, skilur já, það er örugglega svona mjög svona old fashioned af okkur að spurja því, skilur ég myndi alveg spurja, ég hugsa skilur en 100%, en þetta kemur samt, þú veist, þetta hefur ætti svona rekjarlu í svona ættabólka þar sem þú voru að gera eirun geð stór og setja eitthvað risa skart í það af því að þá varstu talin ríkur eða yfir aðra hafin þannig að það er svona í sumtana sem við höfum ennþá 100% sem er svona en ok, ef við taka svona óþægilegu trend þessa aldar þetta er kannski meira bara svona óþægilegt as in, skilur, til dæmis silkiföt núna hefur verið tísku, ég á 2 silkiskirtur ég held ég silkiskirtur núna já, þú veist, og það var á sínum tíma var mikið tísku svona jakkaföt bara silki þetta er ekkert óþægilegt að vera í þessu en þetta hitnar til dæmis mjög fljótt það getur verið talað svona óþægilega tíska er það ekki líka alveg flammable? Jú, ætli það ekki? Ég held það ég getur bara já, líka mikið að polyester það er mjög extremely flammable sem maður kaupir kannski oft úlpur og hvað þannig þú getur alveg orðið fyrir það er oft svona stórir limmiðar bara flammable keep away from fire en við erum kannski ekki alveg svona deathly núna út af því að það er ekki eins mikið að kertum alltaf í kringum hann já, reyndar, 100% og líka bara, þú veist, mikið slökkutækjum og meiri aðgengi í svona við erum náttúrulega bara búin að læra af þessu í gamla daga það er ástæðan okkur við förum í sögu, krakkar við lærum svo history doesn't repeat itself sko. En já, við erum að tala um þessu svona silkiföt, þú veist, auðvitað er þetta ekkit óþægilegt borið saman við hitt sem við vorum að ræða en þetta er kannski svona óþægilegt upp á að þetta er ekki mjög svona hvað segir maður, svona ekki hagkvæmt en bara svona þú svitnar alveg meiri þessu heldur en í öðrum fatnaði og þið verðum mjög heitt þannig að kannski að vera í svona jakkafötum getur orðið mjög heitu dagur eða að labba út í sólunni eða eitthvað sem kannski bara óþægilegt svo er hérna þess að grein sem ég er að lesa svona see-through bag en ég var alveg átt þannig það sem er bara svona glær taska maður á oft þannig til dæmis make-up töskur eða svona bustatöskur sem er mjög þægilegt þannig ef þú átt svona make-up töskur sem er glær þá serðu alltaf strax make-upi sem þú ert að leita af þú veist, þú ert að leita af hérna, hvað heitir það, blussinum eða eitthvað whatever. En það er verið að tala um svona bara töskur og ástæðan okkur þetta tali vera óþægilegt þú veist, þú er kannski með eitthvað sem þú vilt ekki allir að sjá í töskunni. Já, því ég var alltaf með svona. Já, en þurftu ekki að passa hvað þú settir honi? Nei, ég var alltaf með svona dustibag honi. Ofani, já, það er kannski fallega. En eins og þú veist, ég fór að Ariana Grande tónleika um daginn, já, 2 ára með eitthvað. Það er alltaf daginn. Já, það er alltaf daginn. Þá mátti ekki vera með þú varst að vera með glært bara upp á security reasons það er skiljanlegt það er skiljanlegt þá þurftum maður að fá sér eitthvað svona cool glæran skilur til þess að eiga að fara með símasveginn en þú veist ég var látt svona líka sko og nota þetta en það verður talbúin að kannski þetta óþægilegt að vera með eitthvað sem þú vilt ekki endilega allir vita og sért með en ég var til í að það væri svona í Bandaríkjunum en maður viti alla sem eru með byssu reyndar ég er sammála því mjög sammála því fokk ég hata að það eru allir með byssu í Bandaríkjunum Já. Fyrir að geta það Svo er að tala um hérna svona plastic shoes eða svona plastskór Já. Það sem að þú veist til dæmis aftur notast við þetta see-through efni eða svona bara plastefni þetta er náttúrulega bara óþægilegt að vera í þessu það var mjög flott, maður það Kim var oft í svona Ég var alltaf í svona því ég var svona 8. bekk
Já, nákvæmlega. Manstu ekki eftir því, maður keypti alltaf í Fókus svona Já, nei, ég er ekki að tala um þá. Ég er að tala um svona, þú ert í hælum sem er, og þeir eru kannski háir upp að nýja, en eru bara plast, þannig að þú serði í gegnum. Þannig að þú serði í gegnum, þú veist, eins og Kim var oft í svona. Já. Þú veist, þetta lukkar sveitt. Já, þetta lukkar sveitt og bara þetta er óþægilegt að vera með, þú veist, plast alveg upp að njám, skilur við. En jú, gúmmiskotnir í Fókus ræði. Miss. Ég átti nokkra liti. Ég alveg, já, maður sakna það. Svo líka bara svona allt þetta, veist, öll þessi efni sem eru svo ógeðslega heitfeng, er náttúrulega bara óþægileg. Hvað heitir þetta? Hvað heitir þetta sem ég er að hugsa svona? Spandex eða eitthvað, nei, svona vínil. Maður setur buxunum mínum. Einmitt, þetta er geðið flott. Já. Og maður er sigur að eiga svona sjálfsögð því þetta kemur gett vel út, en þetta er náttúrulega ekki eitthvað þægilegt. Nei, þetta er ekki. Og svo verður að tala um bara svona óhagkvæm, hvað sé ég hagkvæm? Ég er svona að reyna að leita orðinni, ég er búin að glemma hvað það er. En svona... Hagstæð? Nei, ég veit ekki hvað það er. Ok, skipt ekki máli. Alltaf svona sundföt sem bara gagna engum tilgangi því að synda, heldur, eru bara svona, þú veist... Bara fashion piece. Bara svona fashion piece, skilu. Þetta er þetta óþægilegt. Svimlínni. Þetta er þetta óþægilegt og fer síðan bara í Laugardalslaugina, skilu. Þú veist að passa bara, eitthvað. Já, hefur ekkert með allt svona óþægileg svona fín sundföt eða svona tísku sundföt? Nei. Er það ekki bara óþægilegt því að fólk er að stara á þig? Af því þetta er ekki standardinu á réttum sundfatnaði. Nei, já, en ég hef aldrei farið í þannig bikini, þannig sundból að synda. Nei, fer maður mikið að synda nema maður sé sundkapi? Ég veit ekki. Góð spurning. Ég var alveg til að vera duglegur í því, skilur. Það er ekkert eðlilega skemmtilegt að synda. Já, það er ógeðslega næs. Það er líka alveg góð æfing, er það ekki? Mjög. Brennir maður ekki alveg helling? Alveg 100% örugglega. Það reynir á marga. En svo er að tala um að choker sé svona eitt af... Það var ekkert óþægilegt. Nei, en þú veist, þú ert með mjög þröngan choker, það sjálfsög er það óþægilegt. Já, bara sjálfsög ekki vera með hann þá. Þú ert bara komin aftur í tíman, kollar tíman hjá kallmennunum hana. Já, svo sem ég segja shapewear, sé svona okkar tíma korselett. Já, en það er kannski. Okkar tíma korselett, já. Það er alveg oft sem það skerst í eitthvað staðar og óþægilegt og maður er rauður og veisttreinerar. Já, ok, já. 100%. Já. Það var komin í korsetti nema in fitness purpose. Já, svolítið steikt. Já, þetta er mjög grilla. Nú erst þú einhverjum. Gerir þetta eitthvað fyrir þig? Nei. Er það náttúrulega? Nei. Eina sem að þú veist þetta gerir er svona allt þetta, svona belti, skilur þetta er bara stuðningur í baki á þér, bara eins og lyftingabelti. Já, en þú veist, þetta er ekkert að vera minkaði mittið, sko. Nei, minnst belti og veisttreiner ekki alveg sama. Nei, veisttreiner, þú veist, það sem heldur, skilur... Jú, heldur beinni baki, já. Beinni baki, en þau markast þetta sem tilgangur að sé að þú minkir að mittið. Aldrei mæla með að lyfta með þetta, skilur. Nei. Og þetta er ekkert að fara að minkaði mittið, eins og maður, þú veist. En þetta er markast þannig. Já, þetta er sem ekki lengur það. Nei, það var það kannski þegar við vorum yngri. Já, ég man eftir því. Já. Við keyptum okkur. Ó, já. Já, hann eitthvað starf. Ég fann hann daginn, sko. Ég var bara, elsku. Eitthvað sem að komast þú í það. Já, það er góð pæling. Svo er að tala um svona skór sem eru svona bundnir gett langt upp. Veistu, maður verður svolítið svona eins og, er það ekki bjúa í svona neti? Ef þetta er þröngt bundið. Já, bundir þetta þröngt. Ég var í hann daginn bara, sko. Já, þannig, en ég bara tala um, þetta er þetta óþægilegt þegar maður gerir þetta þröngt. Já, ég þurfti alveg að laga þetta, sko. Þannig að það er alls konar óþægileg tíska sem við höfum, sko. 100%. Þess að núna er ég í svona pleðubuxum og ég er bara sveitt á rassinum, sko. Gæti alveg verið í venjulegum buxum og ekki sveitt. Já, það er svo flottar. Já. What you can do about it. Það er bara nákvæmlega það. Beauty is sweat. Beauty is sweat. En svo náttúrulega líka sjálfsög bara verður að taka fram svona ótrúlega háir pinnahælar. Það er engum sem finnst það þægilegt. Það er svona fólki. Ég trúi það. Það er bara fólk sem er bara venja þessu á það aldrei. Já. Ég er bara, þú gætir ekki séð mér labba í þessu, sko. Nei. Ég get max 10 cm. Ég væri bara svona Rachel að labbin Lofaland, sko. Já, ágríns. Þú veist, já. Þegar þið labba í háum hælum, það er bara eins og ég sé gíraffi, sko. Ég líka, ég bara get ekki... Það er svona nýfættur gíraffi, klömsi, skilur. Já, nýfættur gíraffi, getur vel að sætt. Það er samt svo stóri, pældi. Já. Líka, okkur er við eina dýrið sem bara, við erum ekki færa að sjá okkur sjálf þegar við fæðumst.
góð spurning. Sko gíra var bara, og litli hestar, eða fólöld eru bara komin í stað, sko. Við erum bara að geta þetta máttlána bara, þú veist. Bara halda mér, snetta mér. Já, og þarf að klippa naflastreng og eitthvað svona stús. Þarf að gera það hjá... Nei, ég er ekki. Ekki nema að naga hann í sundur. Þú veist, þið voru fyrstu mennirnir að naga bara naflastrengana í sundur. Það þarf að taka hann samt í sundur, sko. Ég veit það. Ég held að þú getur dáið og til þess gleymir að fæða fylgjuna. Ok, já. Þú komum á langt. Herru, við ætlum að minna á liveshowið okkar. Já, en við ætlum að spurða teborsgestina. Já. En það ekki. Minnum á liveshowið 19. október. 19. október að styttist í þetta. Já, í boði B-Pro og ég ætla að mæla með fyrir þig. Já, mælta með. Hérna svona ferðasett frá Legoland. Heyrðu, já. Það er bara sólaverð fyrir hárið. Ok. Og sólaverð fyrir hárið, ég þarf það. Fyrir hárið. Hættu, það til? Já. Herru, ég er plöksuð fyrir þig. Ok, takk. Þetta er bara svona kit frá Legoland sem bara, ég tekið alltaf með mig því ég fyrst Sólanda. Þú er það sniðugt. Já. Af því að ég er að gangi gegnum það tímabili núna, þú veist að maður missa mikið hárum út af I just had a baby. Og þannig að ég þarf að vera með ekstra góða verð í hárinu mínu, sko. Ég vildi að ég hefði vitað að það væri til sólaverð fyrir hárið þegar ég var á Bali, sko. Þegar ég misti allt hárið mitt. Var bara eftir að Bali. En ég var með það þegar ég var í Ítalíu og hárið mitt hafði engin árið. Geðveikt. Það var mjög fínt, sko. Það er að mæla með þessu, sko. Já. Svo er það Subway og þið veit að þið alltaf fara að fá okkur gómsveitan bát eða vefju eða salat. Þú enda eftir að segja mig hvaða bát þú fékkst þér í dag. Já. Ég sérst tók labbitúr í dag. Ég veit ekki hver alveg bátur þinn, veist. Í dag fekk mér bara með kjúklingabringu. Svona, þú veist, svona álegi. Það var þinn. Nei, kalkunabringu, sorry. Já, kalkunabringu. Já, svona kalkunabringu skinku. Já. Svo fæ ég mér alltaf ferska. Ég fá mér væntalega osta oreganobröði, sko. Ég aldrei svona það. Osta parmesanbröði. Parmesanbröði? Já. Ostabröði allavega. Bara byrta, ef hún heyr ostur þá er hún bara, já, það er bara on. Já. Og hérna ostasósu með parmesan. Og salt og viðbar. Enga aðra sósu? Nei. Ég keep it classy, sko. Þú verður að gera þinn fyrir mig eitt mann og ég fyrir þig. Ok. Smetta þjátt. Til í það. Ógislega til það. En ok, ég ætla bara að sjá örsnögt. Já. Hvað sögðu þið að væri klikkuðustu eða óþægilegustu tískustrend sem að þið hafi heyrt um? Ok. Og það var einmitt eins að segja þarna þegar konur í Ford Kína butt upp á fætina sína til að afmynda á. Já. Það var ekki til þess að afmynda eða það var til þess að minka á. Já, galið. Líma gerviaugnar undir augnhára línuna. Undir augnhára línuna. Það er bara svona öfuð megin. Ég er núna með ofan á. Þetta er undir. Já, bara svona undir hérna. Nei, það sé ekki tala um bara hérna undir. Já, mér er það. Það er okkur ógislega vond. Jú, það er vantilega að vera að tala um það. Það er okkur ekkert vond. Það er okkur bara erfitt. Ef þú fær lím í augað, það er vond. Ég veit það ekki. Skinny brows. Þannig að, já. Ok, við náttúrulega tölum um painful. Við finnum náttúrulega í wax og eitthvað. Já, það er náttúrulega painful trend, beauty trend. Já. Það er steikt. Það er ógsta steikt. En maður pælir því, skilur maður gera það svona. Það er mjög grilla. Kylie Jenner lip challenge. Það náttúrulega var alveg, já. Það var hræðilegt. Þegar fólk var að tróða vörun hérna með stúta á flösku. Og svo... Það getur ekki blóðtappa á þessu, sko. Já, þetta er bara... Stóræðilegt. Það var hrikalegt. Góð punktur hérna. Allt í palléttu, en það sker mann að rekast í það. Já, og pældi að vera svona palléttu... Svona kjól, til dæmis. Já, og svona sker undir hendina. Sem er, þú veist, ermalaus. Já. Og þetta er ekkert eðlilega, en þetta er svo fallegt, en þetta er svo ekkert eðlilega vant, sko. True. Þetta er ekkert, já. Low-rise jean and nightmare fuel, sko. Ég er ekki sammála. Ég elska, ég þoli ekki high-rise. Mér finnst ég andis vera meira svona þvinguð í high-rise. Já, ég er akkurat öfugt. Já, og það er mjög margir. Já. En þú veist, þegar ég er í low-rise, þá líður mér betur og ég get meira slakað á, fattar mig. Já. Fyndið. Mjög steikt. Þannig er þetta bara... Já. Ekki beint tískutrend, en lítið ekki til að lengja leggina. Beini sagir sundur og svo stálur og sett á milli. Ok, ég aldrei eftir með þetta. Ég sátt ekki að snáttu mig. Þetta er hræðilegt. Þetta var gert. Guð? En þú veist, svo lengi skinnið með það, þú veist. Það er alltaf bara vex, skilur. Æ, fattur þau? Þú veist, það er bara ombesár, svo vex alltaf bara húðin til þess að hýla þig, fattur þau? Við erum bara eins og... Magnaður mannslíkamann. Hann er magnaður. Jesus Christ. Hálslýsasokkar, vákveðið, það var óþægilegasta trend sem er til. Oh my god!
Oj, líka svona regnboga táslisokar. Hvað var þetta óþægilegt? Akkur hefur búið að fara í svona? Af því þetta var mjög mikið trend þegar við vorum börn, sko. Vá, ég gat þetta ekki, sko. Þetta var allir í þessu og ég var ekki nett af því ég gat ekki verið táslisokar með svo óþægilegt. Þetta var svo vond. Ég fæði svona fóbíu bara að tala Vil ég illa? Já. Þessi hérna. Það fari svona akkur svona ekki óþægilegur vettlingum. Ég veit ekki. Þetta basically vettlingar. Þetta ekkert eðlilega. Nákvæmlega, þeir voru svona marglitaðir. Ég sá aldrei ykkur að venjulega. Nei. Það var bara regnbogalitaðir. Þetta er ógeðslega, maður var að tróða litlu dásinni í. Já, svona eina detta úr þessu óþægilegt. Ok, þetta er, þú sem sendur þetta inn, bara thank you, þetta er bara, ég þurfti að vera reminded af þessu, en ég vissi ekki að ég þurfti þess. Ángrín, same. Vá. Ég bilast. Það er óþægilegast að trenda okkar tíma. Já, 100%. Tástasokar. Herri, við tökum kannski part 2 af þessu ekkert mann. Þetta var mjög skemmtilegt og við kynnum okkur betur meiri svona historical óþægilega beauty trend. Já, allan daginn. Heyrðu Birta. Sjáum 19. október. Alls ég aldrei aftur. Bye.